Heimurinn vinnur nú saman að því markmiði að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda til að vinna gegn hamfarahlýnun. En það að draga úr losun er margbrotið viðfangsefni þar sem losunin er samþætt öllu okkar hagkerfi. Framlag okkar hjá Landsvirkjun er margþætt, en losun vegna orkuvinnslu okkar er í raun hverfandi í samanburði við orkuvinnslu þar sem notast er við jarðefnaeldsneyti. Við höfum nú þegar sparað umtalsverða losun með okkar vatnsafl og jarðvarma og sem dæmi sýnir Varfærni mat að á síðasta ári var sparnaður í losun vegna starfsemi okkar 2,7 milljónir tonna sem jafngildir nánast árlegri losun á beina ábyrgð íslenskra stjórnvalda. Og til samanburðar að þá er heildarlosun frá starfseminni tæp 50.000 tonn. Það er því alveg ljóst að það er mikill ávinningur fyrir baráttuna við loftslagsbreytingar að nýta okkar endurnýjanlega orku, meðal annars í orkufrekum iðnaði, til að framleiða neysluvörur og draga þannig úr vissspori þeirra. Íslensk stjórnvöld hafa í samvinnu við Noreg og ESB sett fram nýtt markmið tengt Parísarsamkomulaginu að draga úr losun 55% fyrir árið 2030 miðað við árið 2005. En hvað hefur gerst hjá okkur hjá Landsvirkjun á þeim tíma frá 2005 og til dagsins í dag? Á þeim tíma höfum við tvöfaldað orkuvinnsluna en á sama tíma náð gríðarlega góðum árangri í samdrætti í losun. Bein losun á orkueiningu hefur á þessu tímabili lækkað heil 67% og kolefnissporið okkar jafnframt lækkað 65%. Við erum þó hvergi hætt og vinnum markvisst að því að leggja okkar að mörkum til að Ísland ná að standa við skuldbindingar sínar. Má það nefna með samdrætti í losun vegna vinnslu jarðvarma og orkuskiptum í samgöngum, sem eru þau orkuskipti sem Íslendingar þurfa að fara í núna strax. En báðir þessir þættir telja inn í skuldbindingar landsins. Við erum með skýr markmið að sýna ábyrgð í rekstri og upplýsa framvindu. Við stefnum að því að starfsemin verði kolefnishlutlaus árið 2025. Við höfum sett okkur markmið samdrátt í losun fyrir mismunandi rekstrarþætti starfsemi okkar og vinnum áfram að uppgræðslu landsins sem felur í sér aukna bindingu kolefnis í gróðri og jarðvegi, en við höfum verið að sinna slíkum uppgræðsluverkefnum alveg frá upphafi starfseminnar okkar. Árlegt losunarbókhald okkar var að koma út, en það sýnir að við erum á réttri leið. Kolefnissporið okkar lækkar 25% á milli ára sem skýrist bæði af samdrætti í losun og aukningu í bindingu. Við leggjum mikið upp úr því að vinna með ábyrgum hætti og upplýsa hvernig okkur gengur þegar kemur að loftslagsmálunum eins og öllum öðrum þáttum í starfsemi fyrirtækisins. Og það er gaman að segja frá því að í fyrra vorum við fyrst íslenskra fyrirtækja til að fá einkunnina A- hjá alþjóðlegum samtökum sem meta frammistöðu og upplýsingagjöf fyrirtækja í loftslagsmálum. Einkunnin þýðir að við erum leiðandi í loftslagsmálum og við höfum bestu starfsvenjur við upplýsingagjöf. Sem dæmi má nefna verkefni sem við erum að vinna að og telja inn í þessa einkunn að við þekkjum okkar losun mjög vel, við höfum sett okkur skýr samdráttarmarkmið og innleitt svokallað innra kolefnisverð til að bæta ákvarðanatökuna hjá okkur, þannig við tökum ekki bara inn krónur og aura, heldur einnig vænta losun. Og síðast en ekki síst er gaman að segja frá því að í ár vorum við í þriðja sinn að fá endurskoðun frá ytri endurskoðanda á loftslagsbókhaldinu okkar og þar með staðfestingu á þeirri losun sem við gefum upp. Við hjá Landsvirkjun erum meðvituð okkar hlutverk og ábyrgð tengt loftslagsmálum. Við erum staðráðin í því að halda áfram að leggja okkar að mörkum til loftslagsmála, en varan okkar sparar losun vegna orkuvinnslu á heimsvísu og bætir vissspor vöru og þjónustu sem nýtir orkuna. En jafnframt þá vinnum við með ábyrgum hætti að draga úr okkar eigin losun frá okkar starfsemi þrátt fyrir að hún sé mjög lítil í alþjóðlega samhenginu. Hlutverk okkar hjá Landsvirkjun er að hámarka verðmæti þeirra endurnýjanlegu orkulinda sem okkur er trúað fyrir, en hagnaðurinn er ekki bara í krónum talin, heldur einnig og síðast en ekki síst í framlagi okkar til loftslagsmála.